ekkert mál. Gangi yfir. Já, takk. Já, þá bara á Breiðfjörð. Ó, ok. Þetta var bara hugsanlega. Virkar þetta ekki allt? Það held ég er búin að prófa allt. Viltu að ég finni svona klikkar? Ertu með? Nei, ég er með sko laser og svo bara klikka hérna. Þannig að þetta verður fínt. Það má hvort ég er ekki fara frá mikrofónunum. Við byrjum það bara slæginu núna tímdrið á 2 mínútur. Heyrðu, ég bara kynni, ég segi bara örfá orð, ég klára þetta 1 mínútu. Já. Svo kynni ég þið til leiks. Komið þið sæl gott fólk og velkomin í húsið. Fyrir hönd Ferðamálastofu og Íslenska ferðaglassans býð ykkur hjartalega velkomin. Ég heiti Gunnþóra Ólafsdóttir og vinn hjá Ferðamálastofu. Í dag ætlum við að kynna nýja niðurstöður fjölda og dreifingu ferðamanna á Íslandi á árinu 2018 og eflaust líka eitthvað að kíkja aftur í tíman. Og þessar niðurstöður eru byggðar á talningum á fjölda áfangastaðum allt land. Verkefnið á unnið fyrir Ferðamálastofu að Dr. Rögnvaldi Ólafssyni eðlisfræðingi og Gyðu Þórhallsdóttur doktorsnema í ferðamálafræðum við Háskóla Íslands. Rögnvaldur er upphafsmaður þessa verkefnis og hefur unnið við og kennt gagnasöfnun og úrvinnslu gagna við Háskóla Íslands mjög lengi. Verkefni byggir á aðferðfræði sem þau hafa þróað til að meta fjölda ferðamanna á áfangastöðum út frá bifreiðatalningum. Í ár var talið á 34 stöðum fyrir Ferðamálastofu en einnig var talið á fjölmörgum stöðum fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Niðurstöður verða nú kynntar en þess ber að geta að þær verða einnig birtar í mælaborði ferðaþjónustunnar innan skamms og í niðurstöðuskýrslu Ferðamálastofu. Nú, dagskráin hér í dag verður með því móti að við gefum Rögnvaldi cirka 40 mínútur, rétt tæplega 40 mínútur fyrir sitt erindi. Eftir það tökum við spurningar úr sal. Þessi viðburður er streymt beint á netinu gegnum vefsíðu eða Facebook síðu Ferðamálastofu og þar er líka hægt að senda okkur spurningar beint. Þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að nýta tækifærið. Síðan hættum við hérna 1-leytið en eftir það er ennþá tími til að fá sér aðeins að snæða og kannski ræða við Rögnvald og Gyðu og eftir ef þið viljið. Það er ekki oft sem maður hefur tækifæri til þess að tala beint við þá sem er að standa baki verkefnunum. Nú þá er okkar ekkert að vanbúna, við bjóðum Rögnvald Ólafsson velkomin í pontu. Já, takk fyrir, ég heiti Stundur Rögnvaldur. Ég er ekki Rögnvaldur Guðmundsson, við erum 2 Rögnvaldur í ferðaþjónustu og okkur er stundur ruglað saman nöfnunum. Og Gyða er með mér, hún situr hérna aftast, þannig að það er það. Nú, það sem ég ætla að fjallum eru niðurstöðu talninga á áfangastöðu ferðamanna 2018 og síðan ætla ég að fjalla breytingar síðustu ár. Við erum búin að vera það lengi í þessu, það eru konar tímaraðir sem að gefa möguleika á að skoða hver þróun hefur verið og hvert stefnir. Þetta er alltaf sérstaklega áreiðandi núna á þessum umbrotu tímum sem eru í ferðaþjónustunni. Nú síðan ætla ég að líta á hvort að markmiðunum hafi verið náð að jafna dreifingu ferðamanna um landið og minnka árstíðasveifluna. En þetta hefur verið markmið alveg frá 1996 þegar ferðamálaráð og einhverju fleiri byggu til stefnumótun og svo var þetta ítrekkað 2015 aftur, svo þið þekki náttúrulega. Mér finnst alveg gaman að finna þessa gömlu skýrslu þarna. Nú, sagaverkefnið þetta hófst 2006-07 í samstarfi við Vegagerðina
Það var nú Anna Dóra Sæþórsdóttir, prófessor, sem ýtti mér út í þetta. Ég er svona ferðamaður og hef gaman að ferðast og vantaði einhver ástæð til að fara á fjöll og hann vantaði tölur og við höfum verið að vinna saman í sambandi við önnur verk. Svoleiðis að hún ýtti mér út í þetta og við mældum á Kili og í Laka þess árið 2006-2007 með tækjum frá Vegagerðinni. Nú síðan hófst samstarf við Vatnajökulsþjóðgarð síðan 2009 sem hefur verið mjög farsælt síðan. En síðan var mjög stórt verkefni 2011, segir næst. Það var Skipulagsstofnun og Landsvirkjun og fleiri sem vildu skoða Fjallabak og við Anna Dóra vorum með mikla mælingar þar þeim tíma. En síðan kemur þetta stóra verkefni 2014-15 sem Ferðamálastofa styrkti talningar og skoðanakannanir á 8 láglendisstöðum. Við Anna Dóra vorum aðalega hálendisfólk en þarna fórum við niður á láglendið. Og þetta kostaði Ferðamálastofu og það var í þessu margir nemendur Gyða sem byrjaði að koma að þessu þá. Hún stýrði nú þessum stúdendum okkar og flæktist inn í verkefnið og inn í doktorsverkefni í ferðamálafræði upp úr því og hefur verið að vinna með okkur alveg síðan. Nú síðan var stöðunum fjölgað 2016-17 með stilstyrk atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og stjórnstöðar ferðamála og síðan var þetta kostað núna síðast ári 2018 af ferðamálastofu. Nú verkefni hluti af doktorsnáminu Gyðu í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Nú bara mjög stutt innihaldið. Það ég ætla að nefna aðeins aðferðafræðina, hvernig við gerum þetta. Ég ætla að fara í fjölda ferðamanna á helstu áfangastöðum 2018. Ég ætla að líta á hlutfall, þannig að hvað margir koma á vissa staði af þeim sem koma til Keflavíkur, eða fara frá Keflavík. Við höfum mjög gögn það. Og síðan ætla ég að líta á hvernig þetta hefur breyst síðastinn ári, tökum fyrir kannski 2015 til 2018. Við eigum til dæmis góð gögn fyrir það tímabil út af þessu stóra verkefni sem vorum í þetta 14-15. Og síðan ætla ég að líta á árstíðasveifluna á helstu ferðamannastöðum 2018 og sjá síðan hvernig hún hefur breyst á helstu ferðamannastöðum og bera það saman við Keflavík og gistináttatölur líka. Og þá erum við náttúrulega spái, er að takast að dreifa ferðamönnum í landið, er að takast að minnka árstíðasveifluna, aftur að vísa þá í þessi markmið sem hafa komið fram bæði þessu skýrslu sem ég sýndi ykkur áðan og nýju skýrslunum. Nú það er áreiðandi að telja, segir við allavega eðlisfræðingar. Það þarf að byggja á áreiðanum gögnum og við sjáum það trekk í trekk að fólk er að giska á hitt og þetta og það kemur yfir böll og bull út úr því, það verður bara að segjast eins og er. Það þarf áreiðanlega gögn. Það er nauðsynlegt að vita hversu margir ferðamenn koma á staðinn. Við þurfum að tryggja að upplifun ferðamanna sé góð og rétt og það þarf að skipuleggja innviði og uppbyggingu á staðnum og eins á mannvirkjum og svo þarf náttúrulega að vernda svæðin svo þau fara ekki allir í svað. Svo það er mikilvægt að vita hvað margir koma þarna. Nú við teljum eins og Gunnþóra sagði á fjöldamörgum stöðum all land í þessu verkefni í Vatnajökulsþjóðgarð og svo snöpuðu peninga hér og það líka. Þannig að það eru margir staðir, þessi grái staðir eru staðir sem við höfum talað á en erum hætt. Nú tækin, við notum bílateljara sem eru sjáðu bara lítil tæki, ganga fyrir 3 rafhlöðum og þeir skynja breyting á segursviði þegar fer stór bíl framhjá, það er stórt járnmassi sem fer framhjá og þá breytist segursvið jarðar eftir því. Þannig að það er það sem tækin skynja. Nú við komum þessu fyrir bara í vegkantinum, gröðum þetta í jörð þar sem við hætt á vandalisma og það þarf ekki að brjóta upp veginn eins og Vegagerðin gerir, hún setur snúrur í veginn og þegar vorum að því þá vorum við 2 menn og trukk til þess að koma þessu fyrir, en þetta getur við geða sett niður bara svona með einni skóplu og játkalli kannski. Þetta gengur fyrir rafhlöðu mánuðum saman, það fyrir aðeins eftir í hvað umferðin er mikil, en heilt ár getur þetta gengið. Nú það er fólk, hvers vegna telja bíla, það er spurning sem kemur oft upp. Og það er eiginlega einfalt svar við því. Það er miklu auðveldara að telja bíl en fólk. Það er alltaf bil á milli bílana, en ef þið sjáðu fólk á gangi einhvers staðar, þá ganga ástvagnin alltaf hlið við hlið og hinir ganga allir í hóp. Og þegar við setjum skynjarar sem er notaður í þetta eru hitaskynjarar og þeir sjá þá bara hitamassa. Þannig að þeir telja kannski einn heilan hóp, allavega 2 ástvagna sem eitt.
Þannig maður þarf að passa sér alltaf mikið á gönguteljunum. Við erum búin að prófa þetta við það og erum reyndar með nokkra, en þá veljum við mjög nákvæmlega staðina. Svo við Svartafoss þetta gengist þokkalega vel, en það er bara svona kynda einstíi og samt verður maður að kvarða þetta. Og þess að telja þarf að kvarða, við setjum upp og síðan kvarðum með handtalningu, teljum alla bílana einhverja klukkutíma og berum saman við teljarana, setjum út marga teljara með mismunandi stillingum og svo framvegis og veljum síðan rétta stillingu á eftir. Og það er eiginlega vandamáli bara að vita hver hraðinn á bílunum hvað er langt í næsta bíl eða hvað er stutt í næsta bíl og síðan þarna ef maður hefur ekki tekist til að velja staðinn þá getur verið mætingar og þá getur við að skynja hvort það er 1 bíl eða 2 bílar. Svo maður þarf aðeins að passa sig með þetta. Nú ef við lítum fyrst á brottfara farþegana við Keflavík því þetta er nú grunnurinn að þessu. Við notum tölur á ferðamálastofu og við leiðréttum ekki með þetta sem við heyrt með þessa farþega sem koma ekki á þetta. Við reynum það ekki. Við tökum hérna 3 mánuði, febrúar sem typiskan vetrarmánuð, ágúst sem sumarmánuð HN og október sem typiskan haustmánuð. Nú, rétt að benda á það að Ísland er í alveg sérstöðu með að gera svona hluti vegna þess að það eru ekki mörg lönd þar sem allir sem koma til landsins, eða 98% eða með svo, sem koma til landsins, þeir koma inn á einu stað og það er talið. Þetta er einstök staða. Menn er að reyna að telja svona á öðrum löndum en það gengur mjög misjafnlega vegna þess að fólk er að koma alltaf frá eða landamærin eins og gengur. En þetta er einstök staða sem maður er að nýta sér. Nú, ég nenni ekki að fara mikið í þess að tölur því þekki það örugglega sömun, en það er rétt kannski að benda á það að frá 2012 hefur 4-faldast fjöldi sem kemur og frá 2015 hefur 2-faldast fjöldi sem kemur til landsins. Þetta er ekkert smáræði. Ef við lítum aðeins á hvernig þetta hefur dreifst, að þá er þetta hér að það er greinilega minni fjölgun. Þetta er fjölgun. Getur nokkuð fært tölvuna, hún tekur svolítið mikið af. Já, það er skárra. Eða hækka hitt. Það er skárra. Nei, við sjáum nefnilega ekki, sko, það er 3 línur þarna með, sko. Kannski bara taka púlt eða veistu það? Það er spurning með mikrofónin, sko. Já. Það er svona tölvan, ekki bara skóa. Eða bara lyfta til þess að hann hinga. Svo er þetta að lyfta skjáðarstanum. Já, það er kannski sniðust. Bókhafundir. Afsakið þið En Það er að gera. gamla triksið. Upplýsingarnar eru svo athyglisverðar, sko. Gamla triksið, setja bækur undir. Það setja bara framann, sko. Svona, já. Þetta er fínt. Er þetta betra á þann aftur líka? Það er ekki betra. Það er best að ég segi eitthvað svo ég missi nú ekki allan tíma minn, sko. Segi eitthvað með það. Það er alltaf lægi þetta tæki hérna að koma inn í, það er alltaf lægi. Er þetta betra svona? Og sem það er að jána tölur. Já, ekki. En þarna svo skiki ég á líka endalega. Nei, það er En það sem var að byrja að benda ykkur á hér er það að hérna tekið saman 2012 til 2018 og þá sjáum við það er 153% aukning í sumarmánuðunum en það er 344% í haustmánuðunum og það er 474% í vetrarmánuðunum. Þannig að það sem er að gerast það er þessi mikla breyting á hvenær fólk kemur. Það er ekki bara það að það sé miklu fyrir að koma, heldur líka vera mikil breyting á því hvenær fólk kemur. Nú það er nokkur atriði í þessu, það er líklega eftir Eyjafjallagosi sem að eykst mjög, þetta var kynningu sem þá var gerð og svo framvegis og síðan þarna gerist eitthvað 2016, ég veit ekki hvort að hafa bíber eða eitthvað annað, allt í hennu verður mikil aukning á haustmánuðum í þarna 2016, svo það er mikil breyting með 15 og 16. Hún kemur ekkert sérstaklega fram hásumarið en hún kemur fram á haustin og líka reyndar á veturna. Nú, síðan er á þetta sjá 2017-18 hvert stefnir með þetta að það er 5% aukning hérna milli ára. Þetta er svona eins og gerist öðrum löndum. Þannig að það er kannski að það þarf að vera panika mikið, þetta er svona bara eins og við ættum að hafa þetta.
Nú hérna erum við nokkra glærur sem að sýna hvernig þetta dreifist landið. Þið sjáu að það koma 185.000 manns í ágúst á Þingvelli. Það koma mjög margir á Seljalandsfoss núorðið. Það koma mjög margir á Jökulsárlón og þá koma þeir við í Reynisfjöru og Skaftafelli. Það eru koma 105.000 í Mývatnssveitina sem að slagar þá upp í Suðurlandið í ágústmánuði. Það koma mun færri í Borgarfjörðinn og út á Snæfellsnes, kannski svona 40-50.000. Nú það er athyglisvert að koma nokkuð margir að Hvítserk. Nú síðan eru Vestfirðin hérna með svona 20.000, 16 til 20.000 háanina. Nú hérna hefur sett upp prósentur á Keflavík, bara ég ætla að skoða það svolítið og þið sjá að það koma yfir 60% af þeim sem komið til landsins þar á Þingvelli og svipað fyrir Seljalandsfoss og það fyrir mjög hátt hlutfall hér á þarna Skaftafell og Jökulsárlón og Reynisfjöru. Það fer miklu færri hér, það fara 30-40% í Mývatnssveitina en ekki með 13% af þeim sem komið til landsins fara út á Snæfellsnes. Og síðan 5% vestur og fyrir það 8% á Dynjanda, þannig að þetta er svona kannski tvær ferðaleiðir svolítið Látrabjargið og Dynjandi. Nú, í október hefur þetta breyst heilmikið, en þó ekki svo svakalega á Þingvöllum. Það kom ennþá 139.000 manns á Þingvelli. Og það koma mjög margir á Jökulsárlón, 76.000, 65 í Skaftafell og Reynisfjöruna og Seljalandsfoss koma 100.000 manns. Hér er hins að fækka heilmikið, menn þetta var eitthvað 100.000, svo það fækka mjög fyrir norðan. Hvítserkur heldur sér þokkalega, það fækka náttúrulega mikið. En sjáðu hérna, hér eru ekki svo slæmar tölur í Borgarfirði og Snæfellsnesi. Nú fyrir vestan er þetta náttúrulega alltaf fækka mjög. Þetta eru prósenturnar, það koma þá hlutfallslega fleiri á Þingvöllum 70%. Það koma svona 40-50% í Jökulsárlón, Skaftafell og Reynisfjöru og Seljalandsfoss. Þannig að þetta er gulli hringurinn og suðurströndir sem er ráðandi af vetrinum, á haustinu segi. Það er samt tölvöld margir sem fara upp í Borgarfjörð og hérna út á Sand og við verum betri að skoða þetta á eftir. En hér eru miklu lægri tölur fyrir norðan. Er einhver greinamenn á íslenskum og erlendum? Nei, við teljum alla. Já. Það má nú segja að Íslendingarnir hverfi í þetta. Nú þarna, hér eru aftur tölurnar í febrúar og þá hefur þetta fækkað heilmikið. Hér á Þingvelli verið ykkur 90.000 manns. En það koma samt sem að 46.000 í Jökulsárlón og í Reynisfjöru og 63.000 í Seljalandsfoss. Þannig að þarna gullni hringurinn og suðurströndin er mjög sterkt háveturinn. Nú Borgarfjörðurinn er dálítið skemmtilegt að hann er að ná sér svolítið upp veturinn líka og eins hérna Snæfellsnesið. En þarna hér hefur þetta fallið, ég meni hér á 100.000 á sumarið, hér er þetta komið niður fyrir 10.000, svo þarna hefur fallið mjög mikið. Nú, og náttúrulega vestur á firði kemst fólk ekki, skulum við segja, kannski frekartur fer ekki á þessum tíma árs. Þetta eru prósentunar í febrúar, ég sé að það er ennþá 60% sem fer hérna í Þingvelli og það eru ennþá 30% sem fer í Jökulsárlón og Reynisfjöru og 40% sem fyrir Seljalandsfoss. Þannig að ennþá er suðurströndin og gullni hringurinn mjög sterk og mjög stór hluti af þeim sem koma til landsins fara þangað. Nú ef við lítum aðeins á þetta hvernig breytingin er og lítum fyrst á ágúst. Við bara setjum hérna upp 15, 16, 17, 18 svo þið segja þetta. Þið sjáu að Þingvellir er búin að vera mjög sterkur allan þennan tíma. Jökulsárlón er mjög sterkt líka. Það er svona svolítið reikning. Það koma mjög fáir á Reykjanesi. Það er alltaf fyrir þetta rétt við Keflavíkurflugvöll og margt að sjá. En þangað koma mjög fáir. Hraunfossar þarna eru á vaxandi og eins Djúpalónsandur. Nú Látrabjarg er nokkuð sterkt yfir sumartíman. Og það er eins og sagði áðan, það er mikil þarna aukning í Húnavatnssýslu, Hvítserk og í Dimmuborgum þá er þetta mjög stór, mjög margir sem þar koma. Nú landmannlegar er eini hálendisstaðurinn sem ég byrti hér. Þetta er svona tala eins og var, þetta var svona eitthvað 20-30.000 sem voru hérna áður. Þetta var aukning hérna 2016, svo datta niður 2017
En svo var allt í einu mikil aukning á síðastliðnu sumri og ég kann enga skýring á því. Og þetta aftur breytingin á milli ára og þess að það verður þetta stóra stökk hérna 2016, milli 2015 og 16. Það verður alls staðar hérna. Síðan þokkalega aukning á milli 16 og 17, en milli 17 og 18 þá var þetta svona, liggur að segja eðlilegra, svona þessi 4-5% víðast hvar. En þó koma mjög verulega stökk eins og Snæfellsnesinu hér, aftur sýslunni, Húnarsýslunni. Þetta bara örvarnar sem ég var með hér. Í október þá var þetta, þið sjáu það mikil aukning hérna, haustaukningin hér, kemur fram 16 og hún kemur fram líka við Jökulsárlón, hún kemur líka fram með Hraunfossi í Borgarfirðinum og hún kemur svolítið seinna fram út af Snæfellsnesi en hún kemur fram hér. Nú hér er þetta nokkuð svona svipað, það ekkert voðalega mikið að skýja aftur hérna fyrir norðan. Og þetta aftur prósenturnar á milli ára, þið séu þessa miklu aukning aftur hér, milli 15 og 16. Það mikil aukning milli 16 og 17, en svo fer þetta svona jafna sér svolítið hérna milli 17 og 18. Nú í febrúar, þá var þetta nú fátæklegra, það er ennþá mjög margir sem kom Þingvalleysi sagðan og hafa verið allan tíman. Það var mikil aukning á Jökulsárlóni hérna 16 og hún heldur áfram að aukast, eða heldur áfram að fjölga þar. Hraunfossarnir eru svona sækja á sig Borgarfjörðurinn og en það er lítið að gerast hérna jafnvel aftur í jólasveinu og annað. Það sjá aftur aukninguna, hún er mikil háartölur hér, nokkuð háartölur hér, en hér eru við að sjá fækkun í febrúar. Ég hafði nú ekki tök á því aðtöma veðrið í febrúar í fyrra, ég hræddur að það hafi verið mjög óhagstætt, þannig að það hefur náttúrulega mikið að segja á þessum vetrarmánuðum. Nú hlutfallið í Keflavík, þetta verður svolítið búin að sjá, það hefur alltaf verið hátt á Þingvöllum, það er mjög hátt á Jökulsárlóni, 40-50%. Hraunfossana er það 50 hver maður sem kemur til landsins fyrir í Borgarfjörðin og síðan svona 10-15% fyrir út á Snæfellsnes. Og þetta finnst mér alltaf dálítið interessant að það er margir að fara hérna út á Hvítaserk. Og í ágúst þá fer yfir 30%, 30-40% fer í Mývatnssveit. Hér eru októbertölurnar til hliðsjónar og þið sjáu að það er ekkert mikið breyting hvort það er háan eða haust á Þingvöllum og það má segja að það er stefnið svipað hér í Jökulsárlón en svo eru aðrir staðir eins og sem að sjá miklu færri að hausti heldur en háanuna. Nú, hér var ég að bera saman ágúst og febrúar og þá kemur aftur fram þetta er búin að sjá áður sko. Ég bara nota það til að bera saman við febrúar og þið sjáu það athyglisvert að Þingvellir halda sér hávetur, Jökulsárlóni heldur sér svona þokkalegum hávetur en aðrir staðir eins og hér, Hraunfossarnir, þar minnkar þetta verulega háveturinn. Og sama með nesið, það minnkar töluvert, það er mikið reyndar og sama fyrir norðan. Nú, ef við lítum síðan á árstíðasveifluna. Þarna hefur við sett bara fjöldan í Keflavík 2012, 14, 16 og 18 eftir mánuðum og þið sjáu hérna að það eru 3 ferlar og það er svolítið erfitt átt að sjá því hvort árstíðasveifluna er að minnka eða aukast. Þetta er svolítið 18 og þá hefur greinilega hækkað mikið hér haust og vor en það er líka hækkað háanunni svo það er svolítið erfitt átt að sjá hvað er að gerast. Miðað við til dæmis 2012 sem þetta er brúnalína hér. Nú þá grípur maður til svona ráða eins og þetta prósent aukningu, þetta er hlutfallslegu fjöldi hverju mánuði og þá eru þetta svona 4-6% sem koma þessa vetrarmánuði og hvað 4-8% sem koma hérna haustmánuðina og þá er þetta aðeins betra að sjá þetta, það sjáum við að 2018 þá er toppurinn ekki eins hár, þannig að þetta er jafnara 2018 heldur en það var 2012, það er miklu herri toppur en sumarið 2012 heldur en það er hér, þó að það sé svipað hérna í jöðrunum. Þannig að maður sér þarna að það er einhver árangur nást með árstíðasveifluna. En þetta finnst nú eðlisfræðingum ekki nógu gott. Svo sem við notum
og félagsfræðingar reynda líka að nota mjög mikið svo kallan Gini-stöðul til að sjá dreifingu. Það er notað til að fá tölulegt gildi á dreifinguna. Þessi Gini-stöðul hefur getið 0 ef dreifingin er jöfn. Til dæmis ef að koma jafnmargir ferðamann með alla mánuði ársins, þá er Gini-stöðullin 0. Þannig að það er æskilega ástandi sem við erum að sækjast eftir. Hann hefur gildið 1 ef dreifingin er engin og allir kemur í júli og þá fengi þetta gildið 1. Þetta er svona mælikvarði á dreifingu, en það verður að passa sig á því að fjöldin skiptir líka máli. Ef við tökum til dæmis stað þess að 10 koma í öllum mánuðum, þá er Gini-stöðullin 0 og allt voða gaman. En tökum hérna annar stað, þetta er reyndar Látrabjarg hérna, þá koma 49 fámannasta mánuðinum, það kom ekki margir þar út á hávetur. En það koma 17.000 í fjölmannasta mánuðinum og Gini-stöðullin er 0,62 sem er ekkert voðalega flott. En þetta er náttúrulega flott tala hins vegar. Svo maður verður alltaf að taka saman bæði Gini-stöðullin og fjöld, ef maður ætlar að fá eitthvað veit í þetta. Nú hérna er árstíðadreifingin í Keflavík, Gini-stöðullin. Þið sjá þetta er nokkuð í jaft í 0,3, alveg þangað til 2012 þá byrjar þetta að falla og féll niður 0,14 og hefur haldist þar síðastliðin 2 ár. Nú, ef við lítum hins vegar á staðina, að þá pikka við hérna nokkra svona helstu staði. Þið sjáu að Þingvellir er með 0,17 sem er þá ekki svona svipað eins og Keflavík. Staðirnir hérna eru með 25 Jökulsárlón sem er svolítið hærra þetta en samt lágt, saman með Reynisfjöruna. Vesturlandið er með hærri tölur svona það byrja 0,4, Vestfirðirnir er með 0,6, Hvítstekkur er komið 0,5 cirka og Mývatn eitthvað svipað líka. Þannig að þetta er þá árstíðadreifingin á típisku stöðum út um landið. Nú ef við lítum á þetta svona í samhengi síðustu 5 ár segi, frá 2015 ætla ég að segja, að þá er svarta lína hérna er Keflavíkurflugvöllur bara til viðmiðunar. Þetta eru svo sett í hérna höfuðborgarsvæði gistinætunar og þið sjáum að höfuðborgarsvæði með gistinætu það fylgir eða Keflavík. Síðan er þarna eitthvað gult hérna sem er áhugavert sem er að koma mjög mikið niður og það er þá hakið á Þingvöllum. Rauðalínan í Jökulsárlón og hún hefur hraðfallið á þessum tíma og er komin hérna einhver þokkald gildi. Nú, sama á við Skaftafell hérna, þar hefur árstíðasveifla minnkað mjög mikið á þessum árum. Og meira að segja á Stokksnesi er árstíðasveiflan ekki svo slæm. Nú, hérna tók ég staði sem eru utan, langt frá höfuðborgarsvæðinu. Aftur Keflavíkurflugvöllur hérna til viðmiðunar. Ég er með sama skala þessu þannig að þetta er alveg eins graf. Og hér sjáum við að hér eru allar þessar tölur miklu hærri og það er líka, það er ekki að lækka næstum eins mikið. Þetta eru hraunfossarnir hérna, það er lækkar svolítið en samt ekkert með það sem við sáum annars staðar hérna í nágrenni Reykjavíkur. Nú hérna Djúpálasandur, hann fylgir nokkurn veginn Borgarfirðinum og síðan er hérna Hvítstekkur að lækka svolítið grænlínan. Og hér er aftur hveraröndin er hverirnir á Mývatn og þetta er svona hátt og lækkar ekkert mjög mikið. Og hér hefur bara tekið þetta í tölum því að sumir vilja fá gröf, aðrir vilja fá tölur. Hér eru tölurnar, því sjáu þetta Keflavíkurflugvöllur, hérna við búin að segja það áður, höfuðborgarsvæðið búið að vera mjög lágt lengi. Hakið er búið að vera lágt mjög lengi. Sólheimajökull þar sem er mikil vetrarferðamennska, það er mjög lágt líka með árstíðasveifluna. Og Skaftafell hefur lækkað þó svolítið og Jökulsárlón líka. Hraunfossarnir hafa lækkað þó svolítið og eins Djúpálasandur. Nú, síðan letum við á gestakomur. Þetta er bara tekið frá Hagstofunni hérna. Þetta eru gestakomur frá Hagstofunni og þá sjáum við hérna Keflavík hérna svart aftur til viðmiðunar. Hérna er höfuðborgarsvæðið, þetta brúna hérna Suðurland. Þetta hér er Suðurnes, þannig að fólk er að gista mikið á Suðurnesjum greinilega. Síðan kemur hérna Vesturlandið, þar er fólk að gista líka töluvert mikið, það er aukning í gistingum. Það falla töluvert mikið og sama norðurlandi eystra, það var töluvert fall í þessu en það er þó nokkuð hátt, þetta er 0,5 hér. Nú, hér eru tveir staðir, það er Norðurland, vestra og Austurland sem eru hér háir og það breytist árstíðasveiflan ekki mjög mikið. Þetta Gini-stöðullin er svona óbreyttur í gistingunum.
Nú, hér hefur aftur borið þetta saman, sko hér eru svörtu tölurnar, eru hagstofutölurnar og síðan eru rauðu tölurnar sem staðir sem við mælum. Og það sem er áhugavert að skoða þá er svona hvernig hlutfallið er. Maður myndi segja ef árstíðasveiflan er svipuð á staðnum og í gistingunni, þá er fólk að gista í héraði. En ef það er mikill munur á, þá er fólk ekki að gista í héraði. Nú þið sjáum hérna af Suðurlandi 33, Þingvellir eru 17, þetta er greinilega fólk úr Reykjavík sem er að keyra Gullnahringinn, sem er að koma þar. Nú það er samt ekkert svo slæmt hérna í Jökulsárlón 25, það er örugglega suðurstrandir frá Reykjavík sem er að koma þar inn, auka vetrartrafikkina. En samt ef þeir svona fólk verið að gista heilmikið hér. Nú á þarna Vesturlandi þá eru töluvert lægri heldur en gistináttutölunar, þannig að þar erum við örugglega að sjá töluvert af dagsferðum þarna frá Reykjavík. Nú hér, maður fer ekki að Vestfirði að gista, þannig að þetta er nákvæmlega sama hér, sama dreifing á staðnum eins og í gistináttunum. Það er svolítið gaman að sjá hérna norðvestra finnst mér, að það er líklega fólk að keyra hér í gegn og koma við Hvítseka en ekki gistar er voðalega mikið í Húnavatnssýslunni. Nú Mývatn að þá er þetta svona svipað eins og gistináttutölunar. Það er ekki mikill munur á. Nú í þarna til að draga þetta saman að þá dró mjög mikið úr þeirri miklu fjölgun sem varð eftir 2010 árið 2018. Það er ekki nokkuð vá á því. Þetta er að verða svona meira eðlilegt ef maður segja svo, með heiminn allan. Það er líka alveg einhlít að Suðurlandi mjög vinsælt meðal ferðamann allt árið kring. Og það eru þessi tveir hringir sem við þekkjum, Gullni hringurinn og Suðurströndin til Jökulsárlóns. Íshellarnir koma örugglega þarna inn líka mjög sterkt. Við erum með sérstök tæki það til að mæla það sem við erum að gera upp núna, hvað og hverju. Nú, árstíðasveiflan er mun meiri annars staðar á landinu. Nú Snæfellsnesið og Borgarfjörðurinn virðist vera að sækja á. Þar bæði fjölgar ferðamönnum og árstíðasveiflan er að minnka. En það er ekki vafa því að margir ferðamannastaðar á Norður- og Vesturlandi þeir eru vannýttir utan háannar. Það er sem sagt að draga úr árstíðasveiflunni og dreifingin um landið er að aukast. En það mjakast hægt svona til betri vegar en mjakast samt. Þetta var allt sem ég ætlaði að segja ykkur. Það eru spurningar, þá er það velkomin. Það er kærlega fyrir þetta áhugaverða erindi og ég ætla bara að segja ykkur það núna að það er enginn á Norðurlöndunum sem er að telja ferðamenn á áfangaskund. Þannig að þetta er uník hér á landi. Þar er stuðst við gistináttutalningar. Þannig að það er frábært að geta fengið svona upplýsingar hér beint í æð. En nú er opið fyrir spurningar. Það er þarna aftast hjá. Ég ætla að biðja ykkur að kynna ykkur hér í mækina því að þetta er fyrir útsendinguna, en það virkar ekki fyrir saman. Einar Skúlason heiti ég. Takk fyrir þessa yfirgripsmiklu tölur, en mér langaði bara að spyrja Vestfirði, af því að ég sá að Látrabjarg er staðurinn sem var valinn og stikkprófan er í ágúst og svo yfir veturinn. Af því að ég hefði haldið að fuglinn væri það sem dreifur fólk á staðinn og lundinn fer í ágúst. Þannig að hefði ekki verið eðlilegra að taka einhvern annan stað eins og Dynjanda til dæmis, það sem er svona jafnari eftirspurn. Ég svona velti þessu upp. Annars bara takk fyrir mjög athyglisverðar tölur. Já, það eru, sko við reynum alltaf að finna einhverja staði sem er svona típiski fyrir héraðið. Og þarna eru 3 staðir þarna fyrir vestan. Það er Dynjandi, Rauðisandur og Látrabjarg. Þannig við eigum Dynjanda. Og hann er heldur hærri eins og kannski sást þarna, heldur en þarna Látrabjarg. Nú við gerðum það er nú ófært þarna til dæmis lokað við Dynjanda allan veturinn. Og við héldum að þetta væri sumarstaðir. Byrjum að mæla þetta bara sumrinum. En síðan föttum við það að þetta var ekki mjög skynsamlegt. Svo við erum með þessa staði sem vetrarstaði. Við mælum allan ásins hring. Og það er einmitt til að sjá fuglana og við sjáum sko það er þegar komin aukning þar. Þeir koma mjög snemma þar. Þeir sem eru að skoða fuglana, ekki bara fuglanir. En það er erfitt að mæla. Ég var nú vonað að fengi Bolafjalliðin líka. Það kannski verður núna. En það er erfitt svona staði, svona spotta svona á Vestfjörðum.
Sæl, ég heiti Helgi Þór, hjá Sponta Markaðshús. Takk fyrir kynninguna. Ég sá þarna einhverju glærunni að það var fækkun á Þingvöllum en fjölgun á Jökulsárlóni. Ég að velta fyrir mér, ég býst við að mælitenging ger ekki greinamun á 5 manna fólksbíl eða 70 manna rútu. Þannig ég velta fyrir mér, sko, þýðir þetta breyting á ferðahegðun eða gæti þetta þýtt að það eru jafnvel ekki ferðamenn en það eru fleiri að taka bílleigubílinn á Jökulsárlón en nýta rúturnar á Þingvelli? Já, þarna ertu komin inn á mál sem skiptir mjög miklu máli. Að það erfitt að vita hvað margir við reiknum með meðaltali í bíl og í þessu miklu verkefni 2014-15 þá var þetta kannað á þessum 8 stöðum þarna á 3 ástímum og það smá munur á milli ástíða hvað margir í rútunni og síðan var þetta kannað þarna 2015-16 líklega í Dimmuborgu líka. Það var Lilja Rögnvaldsdóttir með talningar þar og taldi út úr öllum bílum. Þetta verður kannað í Skaftafelli líka. Vegagerðin kannar hvað margir í einkabílum. Þeir eru 2,61 eða eitthvað svona. Og það passar við þessum mælingar sem við gerum. En okkar vandamál alltaf að finna hvað margar rútur koma og hvað margir í rútunum. Já. Og þarna nú við hefum eignaðumst radartæki sem að mæli lengd á bílum. Svo við erum komin áleiðis með það og þá fór hún eiga tvíbara svo aðeins tafist. En þá setjum við upp radar og hann getur verið lengi og við hefum gert þetta í landmannalögum og Þingvöllum og þá mælir hann lengd á bílum og þá flokkum við þá niður í litla bíla og kálfa og rútur. En aftur verðum við að giska svolítið á hvað í hverjum flokki, sko, kálfunum og þessu. Þetta breytist örugglega milli árstíma. Nú við erum að vona að fáum góða tölur með mikla rannsókn núna kringum Jökulsárlón út af ísellónum og við erum að vona að fáum smátt og smátt þokkalega tölur þar. En þetta breytist allt saman, sko, þetta vandamál í þessu. Við erum með tæpa 5 mínútur eftir. Þetta mjög dýrt að gera. Við vorum með 3 eða 4 manneskjur, sko, sem stoppuð alla og töldu allstaðar og töluðu alla bílstjóra og allt þetta var umfangsmikið. Við eigum 10 mínútur eftir, þannig að að gera að nýta tækifærið og spyrja, eru fleiri spurningur úr sal? Já, Kristófur heiti ég, Oliversson, Center Hotels. Það var nú ánægilegt að sjá að vitnaður í skýrsluna sem við gerðum hjá Hávangið þarna 96-7, skiluðu henni held ég, en það var nefnilega mjög merkileg vinna, ég tek alveg undir það með þér. En nú var Ísafía að birta spá núna í vor snemma í vetur sem var reyndar já, kannski ekki alveg rétt en það spáðu þeir meiri árstíðasveiflu í ár og svona tölur frá okkur staðfesta svolítið þetta, það meiri eftirspurn eftir sumrun en vetrinum svona miðað við fyrir ár. Hefur eitthvað hort til framtíðar í þessu, þú með tölur hérna á 2018? Við erum að byrja að fá inn 2018 tölur þar. Við lesum kannski á 3 mánaða fresti. Þannig eins og segja, ég kom með tölur frá Hakinu núna fyrir aprílmánuð. Ég kom með tölur frá Dettifoss að vestan núna. Ég á tölur frá Suðurströndinni í mars. Og þetta sem ég sé, sko, það virðist vera að Hakinu og Dettifoss að 5% fall í apríl, en þessi mánuður eins og þú sjálfsagt veist að það svo erfið þessi mánuður þegar páskarnir að flytja þetta á milli mánuða og allt þetta og maður þarf eiginlega starra tímabil, það kannski ekki fyrir maður komið fram í júní sem að maður sér svolítið hvað stefnir í þessu en við náttúrulega höldum að frá mæla þannig að við fáum þessi mánuðagögn áfram ég var að senda skeyti á fólk sem hjálpa mér einmitt, nú verðum við spennt, getum við fara að lesa það fyrir mig það mikið spennandi í þessu. Það verður spennandi að sjá tölurnar 2019. En mér langar að spyrja, hafið þið eitthvað hugsað að fjölga talningastöðum og eins líka kannski færa ykkur yfir á Austurland? Já, Austurlandi alltaf, sko, við viljum gjarnan fjölga og það eru staðir sem að vonandi verður fjölgað á, nokkuð örugglega verður fjölgað á Kíl í sumar, Hveravöllum og Kerlingafjöllum sem að hefur vant alveg frá því vorum að 2009 eða hvernig vorum við annað ára. Svo þá kemur það. Mér finnst hart að hafa ekki betri upplýsingar Kaldadal til dæmis því að út af þessari breytingu sem að verða á Vesturlandinu
og íshellinum stóra þar og svo ýmislegt annað sem kemur þar inn. Og þar vegagerðin til með neitt. Við notum alltaf vegagerðartelningar líka þar sem við höfum þær. En á Austurlandi er ég búinn að senda teljara til Borgarfjarðar eystri sem var vonandi komin upp og í gang. Hann fór upp með lundanum, lundi kom upp. Það er mikið af lundaferðamönnum þar. Við setjum vonandi upp í sumar helgustafnámu. Það er teljari við þarna, ég var vel að Háafossi og allir þessum fossum. Það er teljari upp í Fljótsdal, fossinn. En það eru ekki voðalega margir staðir sem auðvelt er að mæla þar, sko. Og ferðamennska á Austurlandi er dálítið áhugaverð vegna þess að ég reyndi að gefa þau sóttum styrk til þess að koma upp tækjum til þess að mæla hvað fólk væri lengi að fara í gegnum Austurland. Alltaf við setjum 3 tæki, eitt á Berufirði og eitt upp á Skriðdal og annað upp á Jökuldal og þá gátum við séð, sko, hvenær fólk kom inn á Austurland, hvort það fór Fjarðarleiðina eða Breiðdalsheiði eða Öxi og síðan hvað var lengi, hvort það bara stoppaði og tók bensín eða hvort það dvaldi eitthvað þarna. Þetta finnst mér vera verkefni sem væri ofsalega gaman að gera. Og myndi skila miklu og við eigum tæki til þess að gera þetta 2 af 3, sko. Þannig að það er hægt að gera þetta með ekki ógulega miklu kostnaði. En Austurland er erfitt og svo finnst mér svolítið sátt með Vestfirðina verandi svo hálfgerður Vestfirðingur að þá finnst mér hart að hafa ekki fleiri stað á Vestfirðina líka. Við erum reyndar með á Vesturlandi með Eiríksstaði og fylgir þeim eftir. Já, og það sem er líka svo gagnlegt við þessi gögn núna að við erum farin að sjá svona breytinguna milli ára. Það er komin saga í gögnin sem er svo mikilvægt. Að geta séð söguna, hvernig þetta hefur þróast. Erum við með fleiri spurningar úr sal? Er eitthvað á netinu, Halldór? Ég sýnum gjarnan sko Skaftafelli, þar hefur við þjóðgarðsvegur hefur verið mjög passað saman með talningarna þar að lesa fyrir okkur af þar talningunum, það var langt að fara Skaftafelli að lesa af og þar hefur við samfellt gögn frá því í júní 2009 alveg hreint, það var bókað í einasta dag. Þannig að þetta tímaraðir skipta geysilega miklu máli ef maður er að hugsa framtíðina. Já, nákvæmlega og fyrir rannsakendur framtíðanar og nútíðanar þá er þetta mjög mikilvægt. Það er spurt, þetta er hvort að skýrsla kom út á ensku eða niðurstöðunar á ensku? Ég get nú svarað því skýrslan kemur ekki út á ensku, eingöngu á íslensku. En tölurnar eru alþjóðlegar? Já, þetta er náttúrulega doktorsverkefni með Gjöðu sem helst í þessu. Þannig að þetta við reynum að koma þessu á, við höfum alltaf gert, við komum þessu á alþjóðlega ráðstefnur og þá var það á ensku. Já. Það er alltaf ekki fyrir sumar að þessu. Svo má bæta í við að tölurnar munu líka birtast í mælaborði ferðaþjónustunnar sem er þá aðgengilegt og það er ennþá reyndar eingöngu á íslensku en það ætti að vera tiltölulega auðvelt að nálgast þessi gögn. Já, ef það eru ekki fleiri spurningar, þá látum við sér bara lokið og þakkum Rögnvaldi kærlega fyrir þessa kynningu. Ég vil nota tækifæri og segja ykkur frá því að síðasta kynningin okkar, Ferðamálastofu og Íslenska ferðaklassans, verði 28. maí, en þá munum við kynna niðurstöður úr landamærakönnunni, svona komplett yfirlit yfir það sem kom út úr landamærakönnunni 2018 og þá verður ýmislegt þar á döfinni, við munum kynna svona greiningar á hvað einkennir ákveðin þjóðerni og markaðssvæði og slíkt, þannig að ég bara hvet ykkur til að mæta og þakka svo kærlega fyrir þetta, gjörðu svo vel, takk fyrir.